Komið sæl, það var svona ágætisveður á landinu í dag, það var frekar skýjasamt vestan til og lítisháttar væta, en það rigndi nú mest á Siglufirði í nótt þegar þessi lægð hér sem fór yfir í gær komið skil þar við norðurströndina og mældust einhverjir 12 millimetrar þar frá miðnætti. En það sást nú eitthvað til sólar austan til á landinu í dag og hitinn var hæstur þar eitthvað 8,5 á Egilsstaðaflugvelli. En næsta lægð sem kemur upp að landi núna er að nálgast okkur og það fer að hvessa úr suðaustri í kvöld eða seint í kvöld og fer að rigna þar suðvestan til og verður svo þegar skilin fari yfir talsverð úrkoma sérstaklega sunnan og vestan til á landinu. Og góðu fréttirnar eru að það hlýnar hjá okkur talsvert og verður fremur hlýtt hjá okkur næstu daga. Það sem að viðtekur mun hlýrri loftmassi en verið hefur og svona kalda loftið sem liggur hér yfir Grænlandi svona hefur minna að segja. Við sjáum að úrkomu bakkinn kemur inn í nótt og aðalega í nótt og svo fer yfir landi þannig að það má reikna með að verði einhver úrkoma einnig á Norðurlandi, síst svona á norðausturhorninu og það er svona ákveðin suðaustanátt verður svona hvassust snemma í fyrramáli hér suðvestan til við suðvesturströndina, gæti farið í allhvassan vind og svona verður svolítið kviðótt svona yfir Reykjanesið og svo Snæfellsnesi tíma en svona yfir daginn og upp úr hádegi þá er ennþá strekking suðaustanátt á landinu og verður einnig nokkuð hvasst svona upp á hálendi eða svona sérstaklega við jöklana norðvestamegin en við sjáum að það er afgerandi úrkoma og sólarlaust en nokkuð milt samt sem áður sérstaklega norðan til að það sem hitinn getur alveg farið yfir 17 gráður yfir 15 gráður skulum segja. En það dregur úrkominni svo þegar kemur frá mánudaginn þegar skilin fari yfir. Það verður svona lengst af svolítið úrkoma á Suðausturlandi eða fram á mánudaginn en er að stytta víða upp svo seinni partinn en síðan kemur önnur bylgja inn á landið fyrst vestast á landinu svona upp úr hádegi á mánudaginn með meiri úrkomu og meiri vind. Suðaustan strekking þar en svona yfirleitt hægari vindur annars staðar og áfram nokkuð bjart á Norðausturlandi og hitinn gæti alveg komist í 20 stig eða meira. Svona verður þungbúið lengst af sunnan til og svona þokuloft líka víða. Þetta er svona hlýtt og rakt loft. Lægð hér viðverandi við Grænland þannig að sem dælir suðlægum áttu til okkar. Síðan verða þessi skil á mánudaginn svona hægfara og munu svona staðnæmast yfir Vesturlandið og með rigningu þar lægir víðast hvar við sjáum að það er áfram milt og hlýjast og nokkuð bjart áfram bjart með köflum allavega á norðausturhorninu og fínn hiti og á miðvikudaginn þá svona verða þessi skil farin trosna eiginlega upp og það verður svona gæti nú byrt til víða á landinu eða skýjað með köflum eða bjart með köflum en svona gæti verið einhver þokubakkar einnig við norður- og austurströndina. En í Skandinavíu þá er ágætis veður, við sjáum að hitabylgjan teygir sig, sem í Evrópu teygir sig alveg til Kaupmannahafnar og Stokkhólms, þar sem er verið að spá 30 stiga hita á morgun. Við sjáum að það er mikill hiti víða hér í Mið-Evrópu og svo hér í Vestur-Evrópu og má reikna með að verði yfir 40 gráður á Spáni og svo jafnvel upp undir 40 gráður í Frakklandi og það eru rauðar hitaviðvaranir í gildi í Frakklandi og í Belgíu. En í Bandaríkjunum þá eru skúrir hér og þrumuveður sem staðar hér í suðaustur hlutanum, ágætisveður norðaustan til, síðan er það aðallega hérna í sléttunum miklu norðan til, þar sem eru skúradembur og þrumuveður. En á morgun þá er vaxandi, í kvöld og nótt vaxandi suðaustanátt með rigningu, það verður talsverð úrkoma sunnan og vestan til, en milt í veðri. Verið sæl. Mig